Góðan daginn og verið velkomin. Við erum velkomin í þáttinn hér í Reykjavík. Ég heiti Sanna Magdalena Mörtudóttir og í þessum þætti þá leitust við að fá fram þær raddir sem við þurfum að heyra meira af til þess að skapa borg fyrir okkur öll, og í þessum þætti þá ætlum við að einblína á hvernig við getum gert svona skólakerfið og frístundakerfið svona þannig að það taki raunverulega móti öllum og svona skyggnast inn í hvort við séum raunverulega að taka á móti fjölbreytileikanum og út frá svona efnahagslegum veruleika margra. Það getur verið mjög kostnaðarsamt til dæmis að skrá sig í tungumálaskóla eða æfa dans og fara í söngnám, og hingað til mín í dag eru komnar þær Nancy og Lubna og þær hafa verið hér mjög lengi og eru samt með erlenda fjölskyldu, og þá er alveg eðlilegt að maður vilji rækta tengslin við tungumálið og menninguna og ýmislegt sem að kannski við pælum ekki í dagstaglega, sem er alveg eðlilegt að maður vilji leggja rækt á, en það kostar sig og það getur verið erfitt til dæmis að kannski læra tungumál þegar að foreldrar eða fjölskyldan er að vinna lengi, eða það kannski er ekki alltaf tækifæri til þess að bara skrá barn í tungumálaskóla. Sérstaklega við lítum til þess að frístundastyrkur borgarinn er 50.000 en skólar kosta oft miklu meira en það, þannig að við ætlum að ræða þessi mál hér svona næsta cirka hálftíman, og takk fyrir að koma til mín. Kannski ef að þið bara væri aðeins til að svona kynna ykkur og við byrja á þér, Nancy, hvernig svona, við vorum aðeins búin að ræða þetta fyrir þáttinn, hvað finnst þér svona þín reynsla af þessum málum vera? Sko til dæmis bara það að ég er sem sagt frönsk og þessar ræturnar mínar eru þaðan líka og og á fjölskyldu í Frakklandi og allt það. Þá svo náttúrulega eignast ég börn og auðvitað langar mig að börnin mín kunni móðumál tungumáli mitt. Ég læði bara íslenskuna þegar ég var að vera 10 ára og þú veist, ég náttúrulega get talað við pappa minn og mömmu mína úti og afa og systur og allt þetta, en það hefur alltaf verið pínu erfitt fyrir mig og því ég er bara ein sem tala bara frönsku hérna. Ég get ekki talað frönsku við íslensku fjölskylduna mína, að það hefur alltaf verið pínu erfitt fyrir mig að vera dugleg að tala við börnin mín á frönsku. Þú veist, þannig ég hef viljað fá aðstoð bara, þú veist, og senda þeim í til dæmis Alliance Française, sem er náttúrulega frönsku skóli hérna í Reykjavík og búin að starfa og vera í mörg ár. Ég var sjálf settur í Alliance Française þegar ég kom frá Frakklandi, bara þess að viðhalda frönskuna, og þetta vildi ég bara gera fyrir börnin mín. Það var bara ekki hægt, því að hann er rosalega dýr og ég er með 2 stykki, að þá er þetta bara, þú veist, 2-falt og það er þarna hjálp sem er hvað, 50.000 ári. Já, það er bara ekki nóg, og á þessum tíma þá var ég einstæð móðir með 2 börn í námi sjálf, í skóla sjálf, þannig ég fekk bara styrk sem er náttúrulega bara ekkert. Þú veist, þannig að ég svona fór eitthvað aðeins að gramsa í þessu og það var bara eiginlega sagt við mig, af hverju viltu þau læra frönsku? Eins og það væri eitthvað svona, þú veist, eins og það væri ekki eðlilegt fyrir mig að börnin mín læri tungumáli mitt, eða þú veist, móðurmál. Þú veist, þannig að ég bara, þið bara, þú veist, læri aldrei frönsku. En þú veist, þetta er náttúrulega bara ógeðslega leiðilegt og því svo er náttúrulega fjölskyldan úti og sem kemur í heimsókn hérna og við förum út og svona og þau ná aldrei einhvern veginn að tengjast bara út af þessu tungumál, eða bara út því að
þau kunni ekki frönsku. Þannig að kannski, já, maður heyrir rosalega mikið á Íslandi að það sé einhvern áhersla á, sko, að börn innflytjenda, að þau þurfa að læra móðumáli, en það er kannski minni skilningur fyrir því þegar þetta eru einstaklingar á Íslandi sem að tala íslensku og þá kannski skilningurinn ekki að, já, Íslendingar geti líka verið með erlendan bakgrunn, eða þú veist, fólk séu líka bara alls konar. Já. Kannski þarf hún bara að tala mjög slæma íslensku svo að enginn fari eitthvað að mótmæla og hún sé að fara að láta börn sín læra frönsku eða eitthvað. Já, ég veit ekki alveg, sko. Þú þarft að vera rosalega útlendingarleg, bara svona sérstaklega í heiminum, sko. Kannski þetta ég er búin að vera hérna það lengi, skilurðu, að það tali bara íslensku heima, þú veist, fattarðu. En þá einhvern veginn, þú veist, eins og ég segi, það var bara, mér var bara spurt bara af hverju viltu að þau læri frönsku? Og þú veist, þá var ég rosalega hissa, skilur. Þú veist, bara, það er móðumál tungumálið mitt, af hverju ekki? Af hverju ætti mér ekki að vilja að þau læri frönsku? Þú veist, kann maður fyrir þau að geta tala við afa sinn í Frakklandi, bara það. Þú veist, þannig að hérna, þetta bara, þú veist, bara gekk ekki ég, þannig að ég reyni bara sjálfa að tala við á frönsku. Þannig að þetta bara hefur verið rosalega erfitt og lítið hjálp í þessu, til dæmis. Nákvæmlega. Hvernig svona, hvernig upplifir þú þetta? Það eru auðvitað erfiðleikar fyrir einstæða mæður. Þú veist, mamma mín var svona frekar einstæða móðir að fara að alltaf skutla mig hingað og þangað í einhverjum skóla sem að kenna arabísku, en það var bara ekkert hægt. Og líka franska skiptir rosalega mikið máli þaðan sem ég er frá. Þannig að alltaf að hamra á fólk, eða þú veist, það alltaf að vera að hamra á hana að þurfa að læra frönsku, sko. En þú veist, það er ekkert stuðningur fyrir fátækar mömmur sem að vinna 2 jobb fram á kvöldi, skilur. Þú veist, hún er bara ofþreytt, hún getur varla að gefa mér andlegan stuðning, hún er svo þreytt, skilur. Fattarðu? Og ég hef aldrei fengið foreldrar sem að koma í íþróttakeppnum að horfa og klappa fyrir mig, skilur. Kannski líki stuðningur í einstæðum mæðum þá líka. Og þá bitnar þetta á börnin líka, skilur. Þannig þú veist, það er margt sem getur, þú veist að hjálpa einstæða fátækar mömmu, þá ertu að hjálpa barninu á leiðinni, skilur. Já, klálega. Þannig að þú veist, stjórnvöld verða að átta sig á því, skilur. Það er allt í lagi að fjárfesta aðeins í mömmuna að leyfa hana aðeins að mennta sig, skilur. Það mun hún allan að komast upp úr þessari fátækt. Þetta er bara fjárfesting, þetta er eitthvað peningaeyðsla á flóttafólk, eitthvað svona rugl sem að þau nota alltaf, en þetta er í raun bara mjög gott að fjárfesta. Og ef þið ætla að vera eigingjörn og bara ekki hugsa útlendingana, þá mun þetta bara býta ríka fólki á bakinu, vegna þess að núna það eru rosalega margir sem eru öryrkjar með langvarandi veikindi undir, þú veist, og er ekki 50. Skilurðu? Svo sér maður í fréttunum að fólk séu öryrkjar sem eiga ekki að vera öryrkjar og þess vegna geta eldri öryrkjar ekki fengið hærri pening. En þetta er bara svona kerfislegt vandamál, það er ákveðin hópi sem að þið útilokuðu alveg og eru núna bara að detta úr vinnumarkaðinum, bara kulnun, skilurðu, og þá gerast þetta, þá býtur þetta ríka fólki í bakið. Út af lágum launum, haldið niðri, geta kannski ekki eru bara að vinna, kannski með koma... Ríkisskapur á vinnumarkaðinum, skilurðu, þú veist, þau þurfa kannski verið 2-3 vinnur og koma illa fram við á alla ákvarðanir teknar á grundvelli öryggi, ekki, þú veist, húsnæðismarkaður var, þú veist, eins og í gamla daga var ekki droslega góður, þú veist, ekki bakland ef þú lendir í ofbeldi heima, skilurðu. Tala nú ekki það. Líka ef þú kannt ekki íslensku og getur ekki tjáð þig, veist eiginlega bara ekkert hvort að fara, þú veist, skilur, og komin hingað til Íslands, kannt, bara arabísku. Og það er engin, þá er maður svolítið svona týndur, skilur. Það er ekkert svona, allar ákvörðunar teknar í þessu kerfi hafa ekkert verið tekið með af fólki sem að flóttafólki og nýbúa og svona, eins og með hvernig atkvæði, því voru ekki til dæmis með upplýsingaflæði í sambandi hvernig á að fara með kærumál. Þú veist, það var ekki svona framhald. Þetta var bara svona, þú ert þarna, svo þarf það að bjarga þér að fara eitthvað. Þetta er ekki, það þarf eitthvað svona kerfi sem að upplýsir fólk hvert það getur farið næst.
leiða mann svolítið. Já, annars mun þetta einmitt bara bitna á börnin og tekur mörg ár. Já, nákvæmlega. En ef ég fer aðeins út í einmitt einstæðar mæður að mennta sig, það var svolítið erfitt fyrir mér fyrst, út af því að ég fekk bara alveg íslenska mín ekki, ég get alveg tala, þú veist, ég alveg að tala núna, en hún ekki 100%, þú veist, ég náttúrulega kann bara frönsku fyrstu 10 árin, þú veist, svo læri ég íslensku og ég náttúrulega með dyslexíu og alls konar svona, þú veist, þannig að það var mjög erfitt, ég beygja oft vitlaust og eitthvað svona, þannig að þú veist, það mjög leiðilegt, mér finnst mjög leiðilegt að ég bara svona veit ekki alveg hvað ég að gera þegar ég fæ heimanám, strákið minn kemur með heimanám, þá ég bara svona, þú veist, hvert að ég leita á, því ég ekki með 100%, þú veist, þegar kemur að stafsetningum og þannig, þú veist, og þá náttúrulega, mér langar að fara í námi bara út af því að mér langar að mennta til að gera betra líf fyrir börnin mín og allt þetta og líka til að bæta við íslenskuna og enskuna, þú veist, bara fyrir svona lítið details eins og hjálpa strákinn minn með heimanám. Þú veist, það ömurlegt að hann bara, mamma, hvernig er heimanám, hvernig þetta? Og ég bara, veit það ekki, veist. Það náttúrulega bara, mér finnst það bara ekki í lagi, þú veist, þannig að og svo náttúrulega bara fór ég eitthvað, veist, langar svo að fara í nám og ég fer sem sagt og þá allt einu búin að breyta því að þú mátt bara verið 25 ára yngri til að sækja þennan námstyrk, skilur. Í þá framhaldsskóla? Já. Já. Það margar brautir sem hafa bara aldurstakmark, það að segja þér, þú ert of gamall til þess að mennta. Já, og ég bara svona segi við félagsskapinn minn, en já, þú veist, ég á kannski helminginn bara eftir og mér langar í nám, mér langar að gera eitthvað með lífið mitt, þú veist, og þú veist, þannig að það þurfti að fara undir sérstakt, sækja eitthvað sérstakt og það var eitthvað svona rosalega, þú veist, en að það sé búið að, þú veist, að maður megi ekki verið, maður má ekki verið 28 ára gömul, þá má maður ekki læra meir. Þetta er áralegt. Já. Ég bara, skilur, ég ekki að gera þetta bara fyrir mig, ég gera þetta fyrir mig. Með þessi tónlistaskólan í MH og það er eitthvað svona tónlistabraut eitthvað slags. Það líka með aldurstakmark í MH og dansbrautin þar, það líka aldurstakmark. Þannig að vera bara að gefa þér skilaboð að þú bara of sein. Hvaða fólk af erlendum uppruna sem búin að eiga langa fátækt og meira seinna að geta komið sér á fætur. Ég minn seinna að koma mér á fætur og svona reyna að átta mig, ok, hvað langar mér að gera, skilur. Bara því að það tók svo langan tíma að reyna að safna pening fyrir, þú veist, hinn og þessu, skilur. En hvernig, sko, eins og með stuðning inn á heimili, ekki svona eins og þá grunnskólinn í tilfelli eins og með strákinn þinn, ekkert eitthvað svona skólinn að koma stuðningin á heimili eða hvernig virkar þetta? Ef þú myndir óska eftir því? Sko, nú strákurinn minn með sem sagt greiningar, hann með greiningar, hann með ADHD og kvíða og svona greiningar, þannig að hann þarf meira stuðning, þú veist, og ég hef bæði það þurft að fá systur mína sem íslensk til þess að koma svolítið með mér, til þess að fá það sem ég vil fá fyrir hann, það hefur þurft að gerast, það er ekki nóg fyrir mig því að þú skilur alveg það sem ég að segja, ég að tala heldur íslensku, eitthvað. Við erum bara að tala saman hérna á íslensku, já, hún eldri en ég og hún meira svona kona og hún íslensk og svona og ég finn það alveg að það virkar, hefur alltaf virkað betur að hafa hana við hliðina. Það eitthvað svona alvarlegt, skilur, að mér ekki nóga secured, með sjálfa mig að bara ég fyrir sjálf, en þú veist, mér stað svolítið, það eitthvað sem að gefa skilaboð, þú veist, bara ef það erfitt að bara þú að spyrja við eitthvað basic hlut fyrir barnið þitt, er það ekki nóg, þarfst að koma í auka manneskju sem að hvít og lúkar eldri, þú veist, til þess að fá það sem að þú þarft fyrir barnið þínu. Það bara meikar ekkert sens. Og því eins og ég talaði daginn, þá líka eins og að systir mín, þú veist, hún spyr bara og ég ekki kom með þér. Og því hún gerir sér grein fyrir að þetta sé svona, skilur. Það þú veist,
Íslands fólk gerir sér alveg grein fyrir að þetta sé þannig, ef ég kem með þér sem Íslendingur, þá ertu að fara að fá það sem þú vilt, skilur. Þú veist, og það bara, þau vita þessu, og það bara rugl, þú veist. En svo hefur alveg komið eitthvað svona heimanám sem hann hefur þurft að gera heima og sem ég svolítið svona, þú veist, og þá hef ég bara sett, skilur, að það væri pínu svona þungt fyrir mig, þú veist, ég get alveg gert þetta, en ég veit ekki hvað það sé alveg út af því að náttúrulega bara eins og segi, þú veist, ég Það bara gert ráð fyrir að foreldrar sé bara Íslendingar, bara 100% Íslendingar. Mamma mín, það er mjög erfitt getur verið stundum erfitt að skilja hana. Hún hefur oft bara gefið eitthvað svona vitlausa upplýsingar á íslensku, ranga fallbeygingar og svona. Og það heyrist alveg að hún ekki fara að leiðrétta mig. Ég skil hvernig þú sem kennari heyrir hvernig hún talar íslensku, gefur mér heimavinnuna og hana og segir hjálpa barninu með heimavinnuna. Þetta bara fáránlegt. Ég hef heyrt manneski sem var að gefa konum heimavinnu sem að skilja enga íslensku. Bara já, hérna hjálpa honum eitthvað, segja eitthvað ensku, help him with this homework. Maður bara, what? Og svo bætist ona, ef það er náttúrulega ekki skilningur, og svo bætist ona að margir í þeirri stöðu að vera að vinna á fullu. Þannig að þreyta. Já, ég veit ekki hjálpa með heimavinnuna. Þetta meikar ekki sens og við erum að borga skatta, mamma minn borga skatta og borga fyrir skólann, þess að þjóna mig, skilur. Þá þurfum við bara að hafa sér tíma fyrir heimavinnutíma, skilur, fólk að vera með uppruna, whatever, og bara hjálpa okkur með heimavinnu. Þannig að þegar ég kem heim, þá er ég ekki lengur í stressi með að vera ekki búin með heimavinnuna mína. Ég er ekki að nagga í mömmu, þannig að hjálpa mér og fá einhverju vitlausu upplýsingar, skilur. Og eins og með mig, ég alltaf bögga mínar íslensku vinkonur með þetta heimanám sem 11 ára strákur minna á að skila, þú veist, og því ég þarf að redda mig hjálp bara einhvern veginn og það að ég þurfi að fara fyrir utan skólan, þú veist, til þess að redda mig hjálp, þú veist, fólk hefur hluti að gera, skilur, að ég bara, þú veist, og já, þetta er bara, það er eitthvað að gera. Svo ég hef heyrt á sumir sé að borga sérstaklega fyrir hjálp í heimavinnu fyrir barnið sitt. Auka meir en skólinn, skilur, sem bara fáránlegt. Þannig að þú veist, fátækari stöðu en samt vilt, skilur, að barnið þitt verður ekki, þú veist, hérna í samfélaginu eins og þú, fattaru. Þannig ég myndi að, þú veist, hvað konur endur uppruna í láglaunastörfum að fórna sér, fá ekki eins og menntun sína metið sem að koma frá ákveðnum löndum. Þannig að, þú veist, eins og fyrir okkur, það er alltaf verið hamra á okkur menntun, allavega mamma mín, þú veist, þetta er bara svona, að því þeim að svona í fátækri stöðu, það er eitthvað svona rosalega mikilvægt að barnið fá að mennta sig, skilur, þess að vera ekki sömu stöðu á mamma sín. En þú finnur það líka svolítið bara hérna á Íslandi, þú veist, frá því ég var bara 10 ára gömul, þá fann maður alveg bara svona, og hvað ætlar þú að vera þegar þú ert stór? Ætlar ekki að vera eitthvað, ætlar ekki að mennta, ætlar ekki að gera, skilur. Þannig að þú veist, þjóðfélagi hérna á Íslandi náttúrulega líka eitthvað svona menntun, en svo þegar maður fer bara, ok, nú ætla ég að mennta mig, en ég er samt 28 ára, sorry, ég getur ekki menntaði lengur, það er bara 25 ára yngri. Ok. Og hvernig að komast í háskóla? Núna 2% af fólk að erlendum uppruna í háskóla. Hvernig að fleira komast í háskóla núna ef allir eru of gamlir? Skilju. Og lengi að samla sér peningi á vinnumarkaðinum og veist, í láglaunum störfum og þú veist, að glíma við áföll og þú veist, skilju. Það þarf klárlega að auka meðvitund í rauninni bara svona aðstæður fólks og hvað leiðir til þess að þú veist, það hafa ekkert allir innan bakgrunn að geta, þú veist, það er ekki að sé bara ekkert mál að bara fara í það nám sem þú vilt, það er bara ekkert eitthvað svona, já, bara skellt yfir í eitthvað og þetta bara síðan, þetta reddast bara. Já, þetta virkar í alveg þannig. En þetta er líka eins og ef við tölum um íþróttir fyrir börn og svona, þá ég hef til dæmis eina sögu sem ekkert voða skemmtileg fyrir mig og mér fannst þetta hundleiðilegt en hérna út af því ég einmitt einstæða móðir með 2 börn í skóla fær bara eitthvað ákveðið tekjur skilur og svo bara, veist, maður það bara, ég hef ekkert mikið pening á milli handana og strákurinn minn byrja sem sagt í hérna glíma, ég veit ekki hvað maður segir þetta
svona bardaga íþrótt og sem sagt ég notaði frístundakortið sem sagt með og svo náttúrulega bara að náttúrulega barnið fann svolítið svona það fann svo skammastulegt að hann væri ekki komið með búning bara eins og allir voru þarna í svona glímubúning svona spes glímubúning og þessi glímubúningur kostaði meira en 10.000 krónur fattur Wow. Þú veist, þetta eru buxur og þetta eru, þú veist, og ég bara, þú veist, og svo bara var ég að reyna eitthvað á netinu, hægt að finna eitthvað ódýra á netinu, eitthvað sem ég get fengið sent frá og svona, og hann fór alltaf bara í eitthvað svona stuttbuxum og ból, skilu, og hann bara, mér langar að vera eins og allir hinn, sem ég skil vel, þú veist, náttúrulega ungur strákur og svona, sem gerðist á endanum að hann bara hætti og sagði við mig bara, mér finnst leiðilegt að vera þarna. Ég vil ekki vera þarna, ég hef enga áhuga og ég ok. Svo náttúrulega, svolítið seinna, það sagði mér, það var bara út af því ég var ekki búning. Skilur? Þú veist, ég gat náttúrulega bara ekkert keypt þennan búning akkurat þá. Ég gat ekki 10-15 skall í búning, út í það þarf mat, það þarf bensín, ég þarf að komast í skóla og þú þarf að komast í skóla og bróðir þarf að komast í leikskóla og eitthvað svona, þú veist. Þannig að þú sér þetta eru líka afleiðingar einhvern veginn. Á barni, já, að vera á barni, skilurðu. Maður gat ekki farið á mót og svona því mamma gat að skutla mig, ég fekk ekki þessa takkaskó sem allir hinir þurftu í, til þess að æfa fótbolta eða ég gat ekki haldið áfram í dans fyrir kjólarnir, eru ógeðslega dýra, bara ríka fólki á Íslandi getur æft samkvæmisdans, skilur og með söngnám, mikið sungið á mína menningu en ég get ekkert verið á söngnám þegar kostar 200.000 á ári og það er bara ríka fólki sem yfirleitt að senda börnin sín á söngnám, skilur, það er bara svona litlu hlutur sem svona hamla börni sem hafa kannski mjög mikla hæfileika og gátu ræktað mjög mikið en bara einhvern veginn komist ekki áfram þannig, skilur, út af því að foreldrar manns var fátækt. Já, þetta ég meina sumir droppa úr menntaskóla fara að vinna, hjálpa foreldra sína það er svona ákveðin ég þurfti að gera það að droppa ekki bara út í að ég nenni sér ekki meir ég nenni ekki að læra meir að bæða engin stuðningur og engin peningur skilur, og hvað þá þeir sem að eru nýinnfluttir sem koma litla íslensku og hafa ekki fengið þennan sér heimanáma tími, skilja eins og ég var að stinga upp á að þá þurfi að hafa bæði í menntaskóla, grunnskóla og háskólanum upp á ritgerðarskrif að hafa svona stuðning af því ég veit þarna, þeir eru bara með eitthvað fyrir heimilskráning og efnisyfirlit og eitthvað svona, skilju en ég get ekki eins og ég gert basic hluti eins og að leiða þetta stafsendingavillur og þetta er alveg heilt klukkutíma sem voru að taka frá þetta er frítt, en þetta gerir svona opaslega mikið fyrir samfélagið. Já, nákvæmlega. Það væri eins og ég hef óskast eftir að ég hef fengið að það væri eitthvað, ég er ekki beðið mikið en það væri eitthvað smá hjálp til dæmis þegar leikskólar fóru í verkfall. Var það ekki bara í mars-apríl, ég man ekki hvenær það var. Fyrir á þessu ári? Já. Og það var alveg nokkra vikur, þetta var alveg chaos, einhvern veginn. Og ég er ein, sem sagt, þú veist, og ég er í skóla og ég náttúrulega þurfti að droppa svo rosalega mikið úr skólanum. Og því ég var með litla minn. Þú veist, ég reyndi eins mikið að koma með honum í tíma, sem gekk ekki alltaf rosalega vel. En sumi kennarar bara, jú, komdu með henni í tíma, aðrir ekki bara, nei. Þú veist, og það bara, ok, þú veist, þá kemst ég ekki í tíma. Að einmitt að ég hefði þá getað verið heima og það hefði, þú veist, þau hefði ekki getað tekið upp tíman og ég fengi ekki skráningu fyrir það. Og þú sér það ég sé inn á skilurðu, eitthvað. Nú það. Taka upp tíman í menntaskóla, ekki bara í háskóla í sumum áföngum. Þetta verður bara að vera, þú veist, ef þetta er menntun fyrir alla, þá verður að hafa þetta menntun fyrir alla. Fyrir alla, nákvæmlega. Það er alla fyrir þig. Ekki fatlað fólk, ekki fólk að öndum uppruna, ekki einstæða mæður, ekki fólk sem er að vinna í fyrirtæki, en það ekki allir. Þannig að, þú veist, ég droppaði bara niður í
tíma, eða mætingartíma. Það er Þú einn veist. ástæðan fyrir að hætta í menntaskóla af því að það er bara engin stuðningur þarna fyrir alls konar fólk. Núna er allt komið, það ekki, fjarfund út af COVID? Já, COVID þurfti að koma, sko. Já, það er sko blessing in disguise, ándjóks. Já. En ég held að við ljúkum að þessu menntun fyrir alla, en við getum klálega rætt þessi mál bara í marga tíma og vonandi getum við fengið ykkur aftur í spjall. Þetta var mjög gott að ræða þessi mál þó það taki á. Það er margt sem þarf að laga og bæta, en ég þakka ykkur kærlega fyrir að koma til okkar í Hina Reykjavík. Takk fyrir. Takk sem er leiðis. Takk sem er leiðis.